Birna Sigurðardóttir, ég 39 ára. Ég ætla að kveika hljóðinu, þannig að þú taka þetta aftur fyrir mig. Ok, og gjör svo vel. Ég heiti Hólmfríður Birna Sigurðardóttir, ég 39 ára gömul og starfa sem verkefnastjóri hjá Arion banka. Ég fædd heyrnarskert, kemur í ljós við skoðun þegar ég 4 ára gömul. Ég þekki nú ekki nákvæmlega söguna frá þeim tíma sjálf en mamma talar alltaf að hana hafi grunað eitthvað þegar ég var barn. Ég var alltaf að grípa svona í hökuna á henni og snúa henni að horfa á mig þegar hún var að tala við mig sem barn. Og það hefur væntanlega verið einhvers konar reglubundi eftirliti eitthvað þegar ég kemur í ljós en ég 4 ára, þannig ég greinist á með heyrnarskerðingu og nota heyrnartæki á báðum eyrum og hef gert bara síðan þá. Mamma talar alltaf að ég heyrði í fuglum í fyrsta skipti eftir ég fékk heyrnartæki. Ég vissi ekki hvað þetta var. Ég sagði mömmu bara, vá, hvað er þetta? Hvað er ég að heyra? Og þá svona áttaði hann sig á því hvað maður hefur raunverulega misst af þessi fyrstu ár. Heyrnartæki voru náttúrulega mjög stóra á þessum tíma, talsvert stærri en þau eru í dag og tala alltaf að ég hafi alltaf verið að grafa því í sandkassar á leikskólanum. Ég veit ekki, ég væntanlega ekki farið sérstaklega vel með tækin, þannig að vona bara, ég biðst afsökunar einhvers að leggja út fyrir því. Og erfitt líka að vera í skólanum, í kliðnum með krökkunum, allir að tala og annað, var einhvern veginn svolítið svona sónaði svolítið út. Og það að ég fæ heyrnartæki 4 ára hefur eflaust haft rosalega mikið með það að gera að styðja við allan þroska hjá mér. Ég hef kannski verið eitthvað aðeins eftir í þroska eða svona í byrjun. Og við erum líka á svo ofboðslega miklu svona mótunar árum börnin okkar á þessum svona fyrstu árum bæði í leikskóla og svo inn í grunnskólan að ná tökum á tungumálinu okkar og öllum bæði í tali og lestri og heyrnin skiptir ofboðslega miklu máli í þessu öllu saman. Hvernig börnin okkar tala íslensku og skilja hana. Heyrnin ekki síður mikilvæg heldur en talið.